Og næsti keppandi Jóna Sólveig Guðjónsdóttir. Jóna Sólveig 18 ára. Jóna Sólveig vinnur á leikskóla og kemur frá Akranesi. La tête. La tête. Le cou. Jóna Sólveig elskar að vinna með börnum, lesa góða bækur og ferðast. Les yeux. Gefum henni gott klapp. Hlustið sérstaklega vel eftir þessum orðum í laginu læðvirkjan. Très bien. Alouette. Vigdis? Og næst kynnum við Guðrúnu Rut. Guðrún Rut Ásgeirsdóttir. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête. Og nýtir frítíma sinn helst í hannyrðir. Fyrirgjöðu, við erum hérna með keppanda sem okkur langaði að fá að skrá í þessa fegurðarsamkeppni. Hvort finnst þér mikilvægra, þyngd eða þolinmæði? Herri, hvað gengur hérna á? En þér mjaðmamáli að mannkostir? Þetta er skoðanakönnun, það væri mjög gaman að þið getur fyllt þetta út fyrir okkur. Við kynnum til leiks Perlu Fáfnisdóttur. Perla mjólkar einstaklega vel. Stopp. Nei, við erum búin að skrá hana til leik. Nei, allir út. Út með ykkur. Hvað, hún lítur að mega að taka þátt eins og allir hafðu það. Perla einstaklega vel. Nei, hún uppfyllir öll skilyrði, hún mismunur í gangi hérna. ógild. Nei. Hún uppfyllir skilyrði. Og hvað ætlar að gera? Halda hann út, sestu bara niður. Je te plumerai le cou. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Oh, alouette, gentille alouette. Alouette, Je te plumerai. Très bien. Merci Vigdis. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Kæru áhorfendur, þetta var síðasti þátturinn af frönskukennslu okkar Gerard. Við þakkum kærlega fyrir samfylgdina. Et bonne nuit. Og við erum farin úr loftinu. Til hamingju með nýja starfið. Takk fyrir. Þú verður frábær leikhússtjóri. Félicitations Vigdis. Já, merci. Halla áfram með beint bak, hættu vel í sundur. Já, horfa hátt. Og nú er að bólhreyfingi til vinstri og fetta sig örlítið, rétta vel úr sér og yfir til hægri. Og áfram með beint bak og horfa hátt til vinstri, hreyfa bólinn svona hringja og rétta vel úr sér, áfram að stansa hann frammi. Laga stöðuna, já, það segja rétta bakibötur, fínt, og svo tilbaka til hægri núna. Hægri. Jú, hún var lengi í Þjóðleikhúsinu og svo hefur hún þýtt fjölda verka. Hún hefur aldrei leikið og aldrei leikst. Hvernig verður leikhússtjóri? Góðan daginn. Góðan daginn. Og velkomin til starfa. Takk. Sæl. Já, sæl. Velkomin. Takk. Já. Velkomin. Takk. Það eru spennandi tímar framöndan. Já. Já, er ekki að byrja? Jú. Já. Já. Til dæmis franska leikhúsir, eins og abstraktið. Svo nauðsynlegt að auka fjölbreytnina. Ég er með frábært leikrit. Bak og luktardyr eftir Jean-Paul Sartre. Við byrjum á því að setja það upp. Og svo vil ég gera meira fyrir börnin. Það er mjög mikilvægt að vera með gott barnaleikhús. Mér finnst dálítið bratt að ætla að setja á svið röð leikrita fyrir börn. Nei. Notum íslenskt efni. Af nógu er að taka. Og svo bætum við síðdegissýningum. Þær hafa gengið svo vel í Frakklandi. Ef við megum ekki fara fram á okkur. Þú veist að fjárhagurinn er erfiður. Og ekki gleyma að það er húsaleiga hækkun framundan. Já, en við verðum að sýna fram á alvöru listræna metnað. Ég ættir kannski ekki að þurfa að minnast á það. En miðasalan skiptir sköpum.
gamanleikirnir trekkja af. Já, Flóa Skinni á eftir að slá í gegn. Já, en það skilur ekki nægilega mikið eftir sig hjá áhorfandanum. Enda leti Þjóðleikhúsið fá það. Við þurfum að setja upp sýningar með alvöru þjóðfélagslegu innihaldi. Þjóðleikhúsið fá Flóa Skinni? Já. Enda fyrrum leikustjóri valdi það á meðan hann var enn hér og hann vildi taka það með sig þegar hann fór upp í Þjóðleikhúsinu. Mér fannst það sanngjarnt. Enda samþykkti ég það. Því það eru mörg önnur verk sem að mig langar til að setja á svið. Fyrirgefiði. Ég var búin að lofa mér í allra síðustu vikingaferðina mína. Hafið mig afsakað. Leikfélag Reykjavíkur keypti sýningaréttina Flóa Skinni. Þú hefur enga heimild til að gefa eftir réttina verkinu. Þó þú hafir þýtt það. Ég er búin að gefa loforð. Já, við Vigdís tölum betur saman með það. Verðið bless. Bless. Egill was a great poet, but he also was a ruthless man. When he was 3 years old, he first got drunk. And he was 7 years old when he killed a man. He continuously got himself into trouble and eventually was outlawed. Alongside his brother Þórólfur, who, unlike Egill, was well-mannered and beloved. Yes, he was. And the brothers, they fought for the King of England, where Þórólfur, Egill's brother, died in battle. So the king gave Egill 2 chests of silver to bring home to his father as compensation for the loss of his son. Var komin niðurstaða í nafni á sjónvarpsþættinum? Já, reyndar. Þeir hjá BBC telja að Mastermind sé besta nafnið. Já. Mjög flott. Synd að ég get ekki hort á þetta í sjónvarpinu. Ég veit ekki hvort þið eftir að fá nokkurt að horfa þetta nú bara óska venjulegu spurningaþáttunum. Heyrðu, veistu? Þetta áttur að slá í gegn. Hvað? Sér það? Já, ég sé þetta. Kom inn. Já. Takk. Þetta var ógulega skemmtilegu tími. Við notuðum menningararfinn, Íslendingasögurnar og víkingarna og byggum til endalausar ferðir landið. Þið Magnús Magnússon. Já, Magnús vinur minn sérfróður Íslendingasögurnar. Þannig að þekking mín af landinu og menningu þjóðarinnar mun nýtast vel í starfi forseta. Það varla hægt að líkja því saman við áralanga reynslu úr stjórnmálum sem bæði harður og góður skóli. Nei, en ég held að reynsla mín að lífinu koma góðu gagni og allt má nú læra. Heldur þú að þekking þín úr leikhúsinu nýtist jafnvel og reynsla úr pólitík? Já, ég sannarlega reynslunni ríkari eftir 8 ár í leikhúsinu. Eitt af mikilvægasta sem ég tek með mér að allar skoðanir þarf að endurmeta þegar ný viðhorf myndast, enda leikhúsið spegill samfélagsins og hjálpar manni að koma auga á vandamálið og taka afstöðu, rétt eins og forsetið þarf að gera. Er það truflað? Nei, kom til. Ég myndi eiginlega ekki hafa þessi bíli hérna. Keflavíkurgönguna. Nú? Best að blanda ekki pólitík saman með starfi. Hvað það nú orðið pólitík að vera friðarsinni? Nei. Ég veit að þið langar til að gera mig margt. En það ekki til peningur eiginlega. Þess vegna fjölgum við sýningum, svo við fáum fleiri áhorfendur. Já, sko, það eru efasemdir í leikhópnum. Þetta setur mikið auka álag á þau. Þú verður að hafa trú á því að ég veit hvað ég er að gera. Ertu til að endurhugsa þetta Flóa Skinni? Halló. Já. Já, ég hef ekki heyrt frá ykkur í marga mánuði.
Og hvað þýðir það? Já. Einmitt. Já. Já. Allar konur of mikið saman. Já, ekki var. Nei, þessi myndur nú bara pathetic. Þessi algjörlega frábær. Sælar. Hæ. Sæl. Hvað ert þú að gera hér? Er verið að vinna í nýja blaðinu? Já, fyrsta tölublaðið að vera tilbúið. Hei, Vigdís geti gert leiðara í blaðið hvernig er að vera kona í stjórnunarstöðu. Ég held ég þurfi nú aðeins að fá að sanna mig fyrst. Má ég eiga við orð? Já. Sjálfsög. Gangi ykkur vel. Takk. Takk. Hvað er? Ætla einhver stofnar að hringja. Nú upp. Ég var að færast upp listan. Ég var gæsahús. Ég sem var eiginlega búin að gefa hana draum frá mér. Og nýbyrja þessu krefjandi starfi. Það er nú nógu flókið svo ég fari ekki að bæta við barni. Þessi tímasetning er ekki beint heppileg. Það er aldrei rétti tíminn. Loksins er þetta að gerast. Þú verður svo dásamleg, mamma. Æ, takk, hinskan. Ég dreif mér auðvitað að vera mamma. En án þess að gefa starfið upp á bátinn. Þessi menn, ef þeir ekki fjölskyldur og lítið börn, þá gerir þú það líka. Nú býð ég upp á dreik. Við þurfum að vera duglegar áður en kúkableiðin taka við. Það eru stór ego í leikhópnum. Já, ég skynja alveg mótstöðuna. Það er nú bara eðlilegt. Þetta kemur. Heyrðu, jæja, nóg mig. Nú vil ég að þú sviðsetji fyrir mig þáttiðinn og spyrja mig spurningu úr honum. Með intro og öllu. Já, ég skal reyna með besta. Welcome to Mastermind with Magnus Magnusson. What is your name? Vigdís. Vigdís? A strong and beautiful name. Ég lætur það svona við alla keppenduna. Certainly not. My show is of the highest prestige. First question. The bridal chorus, better known as Here Comes the Bride, is from which Wagner opera? Lohengrin. Is that your final answer? Já, mamma elskar óperur. Þú voru að hafa þetta erfiðar en þetta. All right. What is a female elephant called? Daddy, Yes, darling? can you help Mom with the television? I'll be there in just a minute. Fyrir ekki erfitt mín í það. Já, allt í lagi. Við heyrjumst fljótt. Já, gerum það. Býttu, hvað var svarið? Ég dó of snemma. Mér entist ekki lífið til að gera ekki neitt. Teiningunum hefur verið kastað. Þú ert ekkert annað en líf þitt. Naðra, þú hefur svar við öllu. Látt ekki hugfallast. Þér ætti ekki að vera skotaskuld úr því að sannfæra mig. Elmar. Hvað? Sýndu henni hendina. Sýndu mér aðra hendina. Þær opnast þessar stóru kallmannshendur. Maður klófestir ekki hugsun með höndunum. Svo þetta er þá helvíti. Því hefði ég aldrei trúað. Þið muni hvað okkur hafa sagt. Brennisteinn, hræeldur, glóðarist. Ó, nei, það þarf engan eld. Helvíti er hinir. Annað fólk. Í alvöru, hvað rugl er þetta? Það er ekkert hægt að leika þetta. Þetta er allt í undirtextanum hérna. Vigdís, af hverju er verið að setja þetta á svið? Það skilur enginn neitt í þessu bulli. Ómælishaf skilur mann frá manni. Tilveran er ekki svört og hvít. Hvað ert að tala um? Þarf mín persóna að vera lesbía? Er það alveg nauðsynlegt fyrir verkið? Já, auðvitað.
Hún eitrar fyrir manni ástkonu sinnar. Þess vegna hún hana. Þetta með öllu óskiljanlegt. Gangi ykkur vel. Mikið hún falleg. Já. Hvað á barnið að heita? Ég er bara ekki að hugsa út í það. Og svaf ekkert í alla nótt. Það kemur. Haldur, hún svaf ekki alla nóttina fyrir hann var að vera eins og ég getur svo svarið. Ekki fyrr. Og ég sem er að byrja að vinna áttur í næstu viku. Það er auðvitað fáránlegt að það sé ekki bóðið upp á fæðingarorlof. Það og dagvistun úr eru forsendur þess að konur detti ekki að vinnumarkaði þegar börnin kom. Einmitt. Geti kannski flutt aftur til mömmu og pabba. Hún er svo falleg. Mér finnst hún bara dálítið lík þér. Já, þú verður að venjast henni mögguskell í bjöllu. Já. Búin á hvaðna? Já, Ástríður eftir mömmu. En fallegt. Ásta Sigríður. Ástríður. Elskjan mín. En föðunafnið? Verður hún Finnbogadóttir, eins og þú? Nei. Væri það ekki skrítið? Það er eins og við værum systur. Astnalegt hún megi heita Vigdísadóttir. Já. Velkomnar. Takk fyrir. Góðan daginn. Góðan daginn. Til hamingju. Takk fyrir. Heyrðu, ég var að sjá nýja sýningaplanið. Er þetta ekki óraunhæft? 6 sýningar á viku á þessu verki. Það er áætlunin. Svo sjáum við hvernig miðasalinn gengur. Mér skilst að hún gangi bara ekki neitt. Ég held þetta hörkugang. Jæja. Heyrðu, Jónas vill hans fá að spila við okkur. Já. Þetta er mjög óhefðbundin staða sem við erum í. Ekki mjög algengt að nýbakaðar mæður séu í stjórnunarstöðu. Nei, ætti að vera algengara. Ertu vissum að ráður við þetta? Ef þú vilt hætta, þá skilja það allir.
Ég er ekki að hætta. Ég skal fara með hana fram á meðan þið klára þetta. Takk, Torfi minn. Þessar breytingar sem þú lagðir upp með ekki alveg að virka. Það er eftir að koma reynsla á þetta. Nýjungar taka tíma. En miðasalan mætti sannarlega ganga betur. Já, þetta gengur ekki svona. Af hverju eru æfingar á Flóa og Skinni ekki byrjaðar? Ekki segja mér að það liggi ennþá hjá Þjóðleikhúsinu. Treystu mér. Gott. Við þurfum að selja miða og fólk vill sjá gamanleiki. Svona. Jæja, förum til mömmu. Heyrðu, getur passað hana fyrir mig í smástund. Ég þarf aðeins að þjóta hérna. Þarna ertu. Sælar. Sæl, fyrirgefðu trufliði. Allt góð. Ég er reyndar dálítið tímabundin, ég verð seinna á fund. Ég þarf að ræða við þig Flóa og Skinni. Nú? Ég get ekki látið þið fá sýninguna. Ertu frá þér? Við vorum búin að handsala þetta. Ég veit að ég lofa þessu. En leikhúsráðið, það hefur... Ég er búin að setja sýninguna á dagskrá næsta vetur. En sýningarrétturinn er okkar. Nei. Ekki þegar þú ert búin að gefa hann frá þér. Fyrirgefðu, ég hef ekki tíma fyrir þetta núna. Hann á leiðinu úr leikhúsinu og ég kem þarna askvaðandi. Honum alveg að óverum. Ég meina það er ekkert skrítið að honum hafi brugðið. Þetta hlýtur að reddast einhvern veginn. En þá eitt. Sonja. Ertu búin að ákveða föðurnafni? Nei, ekki ennþá. Hvað með Magnúsdóttir? Já. Það er höfðinglega boðið. Ertu viss? Já. Ef þú vilt. Ástríður Magnúsdóttir. Það er fallegt. Vigdís. Já. Ein spurning. Ég var að spá. Já. Það er svo gaman að túlka Raymond. Einmitt af því hún er svo rosalega sjálfsörugg og hún er svo frökk og... Já, hún líka veikjaði. Akkurat. Mér langaði að þetta. Má ég ekki íkja aðeins sveiflunar í henni gagvart Tornell? Já, mér líst vel að það. Já, takk. Elmar, ég tók eftir að þú breytti línunni þínum í lokasenninni. Já, þýðingin var óþjóðlegaður. Já, en merkingi verður samt að halda sér. Hún gerir það. Ég er farin í dag. Herðu, hvar voru, já. Sækjum frá tjörninni og svo er kannski önd sem vill segja BRÍ!
Glæsilega. Þessi litur fer henni líka svo vel. Það verður að reyna að tósa hann upp. Farið varlega. Ég gerir varlega. Já. Flott. Þurfum við ekki hárkoll á hana, stelpur? Áttu hárkoll? Ég hlýt að geta fengið kollu lánaði í leikhúsinu og vits. Góður. Settum líka smá brjóst. Það færst á hana hann, sko. Magga mín, hvað er þetta? Þetta er húsmóðir sem sinnti heimilinu og fjölskyldinu svo vel að hún dó. Þreytu. Alveg úrvinda bara. Eigðu við með orð? Var ekkert kaffi? Það er kaffi, krökkum, klukkan. Endilega, helst upp á. Magga, er þetta ekki full mikið? Leggið undir ykkur heimili? Þetta getur verið stuðandi fyrir börnin að sjá þetta. Ekkert minn. Er ekki nauðsynlegt að hún sé með sígarettu? Jú, er það ekki? Getum við ekki, finnst mér. Er þetta fest, eða heyrðu, ef við festum hann Og hvað ætlaði að gera við hana? Húsmóðurin verður hengd fram Alþingishúsið. Já. Viljum að vekja athygli á frumvarpinu. Fjölgun dagvistun úrræða sem liggur fyrir. Það kemur svo nú vel fyrir mig ef það fari í gegn. Vertu bara með okkur. Ég held að... Já. Aðstæður er alltaf aðeins öðruvísi hjá þér. Hann ertu? Já. Ætlar ekki að semja við borgin að fresta þessari húsaleigu? Takk. Þetta er 40% hækkun á einu bretti. Talaðu ekkert við þau? Veistu, ég glimti því. Ég trúi þessu ekki. Ég bjarga þessu. Góðan daginn. Það er ekki æfing. Það er engin æfing fyrir við fáum borgað. Við erum að vinna í þessu. Eins og ég sagði við þig þá... Er það? Það er verið að fella niður hérna sýningar trekk í trekk og þá fáum við engin laun. Við verðum öll að leggja eitthvað á okkur til að láta þetta ganga. Þú ert bara ekki að selja neina með. Það vill enginn sjá þessa anskota sýning. En það er samt alveg góð stemning hjá áhorfendum. Já, það kemur málun ekkert við. Já, við megum ekki gefast upp. Við erum að finna út úr þessum launamálum. Fyrirgeðu. Er þessi kona bara ekki vanhæf? Ég bara treysti mér ekki til að vera lengur með hana svona lasna. En getum við kannski gefið henni stíl? Nei, hún þarf að svitna þess út. Það er bara smá vandræði í vinnunni. Nú hefur hún dóttir þín forgang, Vigdís. Settu svo hann að kalda basta þegar komið heim svo hitinn lækki. Ertu að fara til mömmu? Já. Má ekki gleyma Gissu. Hérna skal, gerðu svo vel. Takk. Vigdís. Sæl. Sæl. Er það rétt að þú fáir þetta á sama tíma á stjórnin? Vantraust. Hvað, vil ég láta reka mig? Þetta er ekkert að ganga, þú veist það vel. Það verður einhver með reynslu að reka leikfélagið.
Góðan daginn. Halló. Þetta er eins og jarðsprengjusvæði. Já, amma komi. Gandi. Er hún ekki svolítið illa klædd? Hún er alveg orðin hitalaus. Gandi. Svona. Upp og sí, já, svona. 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 Ég verð svo komið fyrir 5. Finna ráðskonu. Takk fyrir að taka á móti mér á frídeginu þínum. Það er kannski aldrei frí hjá ykkur í borgarstjórn. Hvað gerir maður ekki fyrir franska vinkonu? Já, ég hefði nú boðið þér upp á kaffesópa en Tóta mín fór með börnin í sunnudagaskólann. Já, nei, ég þarf enga fyrirhöfn. Já. Hvað get ég gert fyrir þið? Það er þessi mikla húsaleiguhækkun. Kemur sér afar illa núna. Já, borgin er nú búin að gera hansi vel við ykkur. Löngu komið tíma á að þið standið undir ykkur. En 40% hækkun á einu bretti. Þetta lá allt fyrir snemma í vor. Þú sem yfirmaður menningamála hlýtur að vera sammála því að það verður að vera starfrækt almennilegt Reykjavíkurleikhús. Já. Spurningin er bara hvers vegna ætti borgin að greiða fyrir hallarekstur leikfélagsins. Vegna þess að mikilvægi leikhúsins og áhrif þess á samfélagið verður ekki metið til fjár. Já, þið ættu þá ekki að vera í vandræðum með að selja fleiri miða. Listin lætur ekki alltaf að stjórn markaðsaflana. Réttlæting listarinnar tilheyrir ekki aðeins samtímanum, heldur á hún sér ævilanga sögu. Það er skynjun hvers og eins sem skilgreinir inntakið og þess vegna þurfum við breytt. Vigdís mín, þetta snýst bara að velja sýningar sem fólki vill sjá. Við getum ekki allir jafn flink og þú í sölumennsku. Ég get nú sagt þér það, Vigdís. Ég hef byggt allt mitt upp frá grunni. Amma mín ól mig upp í litlu risherbergi og það var ekki einu sinni til peningur fyrir fótbolta. Samt komst ég í atvinnumennsku. Ég hef aldrei fengið neitt upp í hendurnar. Heldur lagt hart að mér og nýtt þau tækifæri sem gefast. En að þú ert ekkert að fara að neka þessari hækkun. Pardon, no. Ertu hérna? Það gekk þetta ekki. Ég sem ætlaði að gera svo framsæki og flott leikhús. Já. Og hvað? Ég var bara að leggja árið í bát. Ég þarf bara að éta honum með þennan franska absolutisma og bara setja upp farsa á söngleiki. Ég fór fram með mér. Ég skil alveg þessa vantrauststillögu. Það var nú bara einhverju nokkrir. En sama hvernig fer. Það langar mig til að bæta mig gagnvart leikhópnum. Sýnir styrka að skipta kúrs. Ég verð að biðja þau flóna. Leikfélagið er á leiðin á hausinn á minni vakt. Er það nú alla svo svart? Jú, eiginlega. Ég verð að fá leikrit sem er líklegt til vinsælda og byrja að selja miða strax. Og við vitum bæði að flóin mun drekja að. Þú lofaði mér verkinu, ég er búin að gera ráðstafanir. Trúði mér.
Ég vil sko síst af öllu svíkja það sem ég lofaði þér. En leikfélagið á sýningarréttin. Ég hafði ekki heimild til að láta þig fá hann. Sama hvernig þessi stjórnarfundur fer. Hvort að ég verði hérna áfram eða ekki. Það langar mig til að þakka ykkur fyrir allt sem þið hafi lagt á ykkur. Ég hafði að hlusta betur. Taka meira mark á ykkur. Það ýmislegt sem þið viti betur en ég. Þó ekki allt. Til að taka á fjárhagserfiðleikum legg ég til að við fækkum aftur sýningum og minnkum þannig álag á leikara. Hefjum veitingasölu og sölu á árskortum. Svo hef ég saman við rútufyrirtæki sem auðveldar fólki af landsbyggðinni að koma til okkar. Fókusinn á leikritavalið í húsinu mun einnig breytast, kannski léttast. Svo er ég mjög spennt að segja ykkur frá því að ég hef tryggt okkur réttinn á nýjum söngleik sem hefur slegið í gegn. Jesus Christ Superstar eða Jesús Guð dýrlingur. Já. Og hvað kostar það nú eiginlega? Mér hefur tekist í gegnum samband erlendis að fá sýningarréttin felldan niður. Já. Þessa sýningu munum við setja upp í Austurbæjarbíói, þannig að starfsemin hér mun haldast óbreytt. Hverjir samþykkja að fella vantrauststillöguna á Vigdísi? Samþykkt. Þakka ykkur fyrir traustið. Ég tek þessu alvarlega og ég mun leggja mig fram við að gera betur. Fannir í fjöllum, frostrós á skjá, fuglar í lofti, fiðrilinn smá. Lindin tær, augun skær, ótrúlega blá. Það sko ótalmargt sem minnir þig á. Vetrarnótt, vorköld ljótt, sumarsólin skín. Ár og dagar, alla tíð, ég hugsa til þín. Ljósið sem blika, lánar þig hljóð. Það svo ótalmargt sem minnir þig á. Sæl, elskan. Hún var að sofna. Áttu ekki góðan dag? Jú. Æ, hún er svo yndisleg og bara mín er ánægðan. Takk, elsku Kitty mín. Ástríður er svo glöð með þér. Æ. Og svo er alltaf allt svo fínt hérna eftir að þú komst. Ég var búin að sækja fóstureyðingu hjá nefndinni. Var búin neitun. Nú? Læknirinn sagði að það væri eitthvað óeðlilegt við konur sem fæði ekki börnin sín. Já, hérna er. Við finnum lausn á þessu. Ekki hér. Það er bara einhver
spítala í Danmörku. Ég hef ekkert efni á því. Fyrirgefðu, ég veit hversu lengi þú barðist fyrir ástríði. Þetta á að vera þitt val. Hérna. Ég get ekki tekið við þessu. Taktu við þessari ávísun og svo þurfum við aldrei að ræða það meir. Ég fann greinilega hnúð og geirvartan er örlítið innfallin sem bendir yfirleitt til þess að æxli sé að ræða. Ég ætla að senda þig myndatöku. Við getum búið til svar eftir 2-3 vikur. Ertu að segja þér að bíða í nokkra vikur eftir að vita hvort ég eigi með framtíð? Ég reyni að setja þetta í forgang. Ætli sé ekki best ég fara að drífa mig og deiti mætir? Heyrðu, ekki þú líka. Takk. Heyrðu, var ekki kosið frumvarpið ykkar í dag? Jú, það fór í gegn. Þau ætla að auka dagvistun úr þeim. Þið eru ótrúlegar, þvílíkur kraftur í ykkur. Bíddu bara. Við erum að skipuleggja risaviðburð. Já, ískan. Viltu koma með Möggu? Jú. Jú. Continue. Jú. Þú ert glæsileg. Halló. Já, sæll. Eru komnar niðurstöður? Helmingslíkur. Er ekki örgar að taka það allt? Ég vil frekar halda lífinu en brjóstinu. Það er alltaf. Þakka þér fyrir. Já. Bless. Það er krabbi. Þetta fer vel. Hvenær er aðgerðin? Ég verð hér.
Ég vil nú fyrst og fremst þakka leikhússtjóranum sem hefur sýnt ótrúlega þrautseigju og útsjónarsemi. Ertu í löngu stoppi? Nei, ég er bara farin aftur strax í fyrramálið. Afsakið. Vinnan kallar. Og fjölskyldan? Ótrúlega með þess að þætti og BBC. Já, ég er bara þar í forsvari. Já, þetta hefur gengið mjög vel. Þetta er nú bara einfaldur spurningaþáttur. Veistu, ég hef ekki hlegið svona mikið í mörg ár. Já, takk fyrir það. Já, nei, þú varst alveg stórkostleg, sko. Já, náttúrulega svo gott bara að hafa fullan sal sem að bregst við og bara fjör í leikhúsinu, sko. Þetta er mjög gaman. Vigdís, rettulega, glæsilegt kvöld. Þakka þér. Það er nú ekki allir trú á því að þú myndir ná að klára þetta. En, hvað heldur að Þjóðkirkjan segir við því að við séum að gera söluvöru og Jesúm Kristi? Ef við ekki láta hverjum degi nægja sína þjáningu. Þú ert stórkostleg kona, Vigdís. Það verður mér heiður að það múti vilja koma... Hafðu með afsakaða andartak. Jæja, ég vissi nú alltaf að þetta myndi slá í gegn. Já, átt inni hjá mér. Ég veit að þú hefur oft augast það á stjörnunni hér í húsinu. Nei, sko, nú er það rautt. Ef þú hefur ennþá áhuga, þá get ég losa samninginn að Selma Sigmar. Já, en... Hvað ert að gera? Ég lítið með mig að reykja þetta úti, það er partí, sko. Hafið mig afsakaðan. Við tölum saman. Erum það? Vigga, ég ætla að skrifa leikrit fyrir þig. Já. Sem mun slá í gegn. Saumastofan. Konur í öllum hlutverkum. Iðmaðurinn fyrir frí og allt getur gerst. Skrítið. Ég er einmitt á leiðinni í smá veikindaleyfi. Þarf ég að hafa áhyggjur af þér? Nei, smávegis aðgerð. Það verður vel séð um mig. Já. Þetta er heitt. Vigdís? Já, sælverti. Sælverti. Hingra aðeins. Aðeins. Já, við leggjum við hér. Jæja. Ég er búin að vera að reyna að ná í þig. Já, við vorum bara að koma heim, við vorum úti. Ertu lendir? Nei. Nú,
aðgerðin er á morgun. Ég kem ekki. Ég þarf að sinna málum hér. Ó, ég skil. Mér þykir það leitt en því miður. Gangi þér vel. Takk fyrir það. Bless. Bless. Þú passar upp á Ástríði fyrir mig. Ef allt fara á versta veg. Ekki tala svona. Hann Jóhannes er svo allra færast af landinu. Hann skeði þetta burt og svo heldur við áfram í lífið. Ég veit að þetta fer vel. Sæl Sigríður mín. Sæl og blessaður. Þú tilbúin? Þú sigrast á þessu. Við erum alltaf 40-50 góða ára eftir góð.